Þá förum við í 8. mál á dagskrá en það eru ruslatunnumál. Til máls tekur Stormur Karlsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir gestir. Mikilvægi þess að búa í hreinum og snyrtilegum bæ afar mikið. Almenn veðurlíðan og framleiðni eykst, einnig það mikilvægt fyrir umhverfismál að halda alls konar rusli frá náttúrunni okkar. Nú, á tímum COVID, hefur notkun grímu orðin afar mikilvæg og margir nota einnotagrímur sem þarf svo að henda leiðum að kemur úr búðinni, vinnunni eða skólanum. En hvað ef það ekki ruslatunna hjá útganginum? Í því tilfelli aðeins hægt að geyma hana þangað til að labba fram hjá næstu ruslatunnu, en ekki allir gera það, svo það liggja oft heilmargar grímur og fleira rusl rétt fyrir fram að dyrnar. Á leið minni heim frá verkmenntaskólanum, sem aðeins 600 metrar ganga, taldi ég rúma 25 grímur í fljótu bragði. Stór hluti þessa gríma vegna þess að margir nenna ekki að geyma þær þangað til að labba fram hjá næstu ruslatunnu. Oft hún á íbúðagötu, ruslatunna þá, langt frá, í stað þess að vera á almennu göngustígunum, þar sem flestir ganga framhjá. Að mínu mati ætti alltaf að vera ruslatunnur rétt fyrir framan útidyr á öllum skólum, verslunum og vel dreifðar almenna almenningsstaði. Þegar það eru langir göngustígar á milli staða, slíkt á efri Glerárbrú, ætti að vera léttur og aðgengilegur staður fyrir ruslatunnur. Og þegar það bekkur settur ykkur staður til þess að fólk geti fengið sér sæti og slíkt, eins og á samkomubrúnni, ætti að vera rusl með einhverja flokkunarmöguleika. Hönnun ruslatunnuna sem við notum ekki sú besta. Þeir eru oft með losaðan botn svo að ruslið dettur úr þeim og fá enga flokkunarmöguleika. Auðvitað það ekki raunhæft að hafa almennar flokkunartunnur í stað allra grænu tunnuna, en að hafa fleiri flokkunarmöguleika við algenga staði myndi hjálpa okkur verulega. Hvort lausn vandamálsins væri að hanna aðra ruslatunnu sem með fleiri hólf sem hægt væri að nota á fjölmennum stöðum eða hvort það þurfti að skipta út gömlu grænu ruslatunnunni með hönnun sem botninn dætti ekki úr. Þessi lausn eitthvað sem þyrfti að ræða við stjórnadeildarnar sem þetta mál fer að, en að mínu mati ekki hægt að halda áfram með aðeins grænu tunnurnar og nokkra flokkunartunnur niður í bæ. Það talið að fara að minnstakosti 8 milljón tonn af plasti í sjóinn á hverju ári og að það sé að minnstalegi 150 milljón tonn í sjónum nú þegar. Þegar mikið af því frá almenningi að henda hlutum í jörðina sem endar svo í sjónum. Þetta plast verulega skaðlegt fyrir heilsu sjávarlífs og líka skaðlegt fyrir okkur hvert sinn sem við borðum eitthvað sem kemur þaðan. Við ættum að auka ruslatunnum við strendur og Akureyrar til þess að gera okkar hlut gegn þessu vandamáli, ekki aðeins fyrir hollustu pollsins, heldur allra plánurinnar. Takk hérlega fyrir. Þá hefur Stormur Karlsson, fulltrúi ungmennaráðs, lokið máli sínu. Til máls tekur Hlynur Jóhannsson, fulltrúi bæjarstjórnar. Forseti, glæsilegu fulltrúar ungmennaráðs. Þetta nú að mörgu leyti held ég eins og tala úr okkar hjarta allra hérna úr bæjarstjórn. En það eiginlega alveg ótrúlegt að við skulum ekki vera búin að hrinda þessu í framkvæmd með ruslatunnar. Það kannski þess vegna sem að bæjarstjórnin situr þannig á varamannabekk í dag. Ég veit það ekki, en ég nefnilega búin að rekka mig svo ofta á þetta sjálfur. Konan fór að draga mig út í COVID að labba með hundana og þá varð ég var við þetta að þurfa að halda á pokum hálfan bæinn áður en maður komið sér í tunnur og nú búin að minnast á þetta en það hefur nú ekkert gerst. Þannig ég sjá hver áhrifin eru að vera í bæjarstjórn eru. Mér finnst þetta mjög sterkt líka sem við erum að tala að vera með svona flokkunartunnur á svona fjölmennustöðum því að það gæti kannski hjálpa Reykvíkingum að fara að flokka svolítið og yrði bærinn okkar pottþétt snyrtilegri og það það sem við viljum, þetta bara hluti af því sama og við viljum láta sópa bæinn reglulega
hann sé snirtilegur og fallegur. Og ég trúi ekki öðru en að einhver í bæjarstjórn eða bara hreinlega bæjarstjórinn okkar, ég held þetta sé ekki meira en eitt símtal að retta þessu. Hún taki upp símann þegar hún mæti vinna á morgun og við fáum fljótlega meira af ruslaturum. Takk. Þá Hlynur Jóhannsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Orðið laust.